Já, takk fyrir það. Heyrist ákveðlega í mér hérna í þessu mækina. Takk bara JTF fyrir að gefa mig tækifæri til að halda kynningu. Ég hef svona alltaf haft mjög gaman að því að blaðra eitthvað og leitast við að vera að kenna í HR tíma og svona. Þannig að þetta er alltaf gaman að þessu. Eins og hún Brynja nefndi, að þá hef ég svona komið nokkuð víða við. Ég hef svona gengt ólíkum hlutverkum og það var nú kannski það svona sem ég hugsaði eins þegar ég var að velta því fyrir mér hvað ég gæti nú haft hér fram að færa og hvað það væri sem að ég gæti mögulega miðla sem að þið vitið ekki nú þegar, ég gætu jafnvel haft eitthvað gagn af. Þannig að það er svona kannski megin inntakið í kynningunni hjá mér, bara þessi svona ólíka sýn frá mismunandi vinklum verkefna og hvernig það gæti nýst. Ég var þegar ég hóf störf, núna er ég búinn að vera 20 ár, komið hálfleikur hjá mér á starfsferlinum og ég byrjaði sem sagt í hljóðráðgjöf og var í því ansi lengi og var þar fagstjóri og það sem er svo skemmtilegt við hljóðráðgjöfina er að hljóðráðgjöf kemur inn á svo mörg verkefni. Það er náttúrulega hljóðið er náttúrulega bara allstaðar og það svona tengist á svo rosalega fjölbreyttum verkefnum í mismunandi geirum. Og það gefur svona ákveðin snertu flöt á að kynnast mörgum fagsviðum. Og þegar ég var búinn að vera að vinna í því í nokkuð mörg ár og þá svona færðist ég meira og meira í verkefnastjórnun og fékk þá reynslu af verkefnastjórnun út frá þeim vinkli og var þar meðal annars að vinna sem fulltrúi opinbers verkkaupa í flutningaverkefni og líka verkefnastjóri verkfræðihönnunar fyrir verkefni fyrir verktaka og fleiri verkefni svona þessu tengt. Að því loknu þá var ég svæðisstjóri hjá Efla á Suðurlandi og þar kynntist ég aftur verkefnastjórnun aðeins með nýjum hætti því að þar eru fjölbreytt flóra verkefnum, það er líka svona deiliskipulagsverkefni og kynntist þá eftirlitsverkefnum líka. Þannig að þetta einhvern veginn svona ólíki vinklar gefa manni aðeins mismunandi innsýn. Og svo síðustu 3 árin að þá var ég framkvæmdastjóri framkvæmda hjá FSRE, það sem er náttúrulega umfangsmikil verkefni í gangi og hjá FSRE starfa margir verkefnastjórar. Þannig að það var svona ákveðin lærdómur líka úr því. Svo við sjáum kannski þarna að þá núna er ég bara að leita að næsta tækifæri. Það eru skipulagsbreytingar núna hjá FSRE og ég ákvað að nýta það til að bara stökkva frá borði og leita á nýmið. Þannig að það búið að vola rólegt hjá mér núna undanfari. Eins og ég nefndi hérna í upphafi, þá er hljóðið allsstaðar og ég hef það svona tengst öllum gerðum af byggingum, á öllum stigum líka, tengst iðnaðarverkefnum og innviðaverkefnum, alls konar varnarmannvirki, þá bæði náttúrulega hljóðvarnarmannvirki og líka FSRE, snjóflóðavarnir og aurskriður og fleira og mælingar. Og þetta kannski það að eiga svona marga snertifliti, það sýnir manni það að verkefnastjórnin, þessi stóru póstar í verkefnastjórnin eru eiginlega alltaf það sama. Þetta er tími, kostnaður og gæði og svo kannski svona breytingastjórnin líka svolítið stór partur. Svona almennt ef maður bara horfir aðeins á bara verkefnastjórnun, þá tók ég nú bara skjáskot úr hæfniviðmiðum IPMA kerfisins og það er náttúrulega áherslan á fólk og það hefur verið mín reynsla. Þetta snýst alltaf bara fólk og samskipti og samstarf, samræming. Þetta er það mikilvægasta, svo að mínum mati, svo er það practice og perspektíf og það er ég hef heyrt að þetta sé jafnvel 70% samskipti og svona tilfinningagrein og lesa inn í aðstæður og slíkt og 30% tæknikunnáttan. Ég held jafnvel núna með innkomi gervigreindar að þá sé þetta jafnvel að íkjast þessi mismunur. En svo er eins og Jónas kom inn á líka í inngangnum að mörg okkar erum að vinna við þetta án þess að hafa fengið einhverja mikla menntun þannig séð í verkefnastjórnun og þá er það mistökin sem er svo dýrmætt að læra af og það kannski svona það sem er neikvætt við það að þegar maður gerir mistök, það er eitthvað svo mikið neikvæðni í kringu það og þess vegna verður eiginlega bara restin af kynningunni hjá mér mjög neikvæð.
Ég svona nálgast þetta með tvennum hætti. Ég ætla fyrst svona aðeins að fara yfir sko, hvað ég sem hönnuður hefði vilja geta sagt við verkefnastjóra og svona hvað hérna, skilaboð á milli ólíkra hópa og síðan þegar ég er búinn að fara aðeins yfir það þá ætla ég aðeins að snerta aftur svona einstök topic. Það sem kannski þarna ofarlega í huga er að verkefnastjórar eru náttúrulega pínu klikkaðir að fara í þetta fag, að þetta er náttúrulega gríðarleg vinna, mikil ábyrgð og hérna þurfa að kunna ansi margt og það vill stundum verða að mesti styrkleiki fólks geti orðið þeirra veikleiki. Þannig að þegar maður hefur einhvern veginn það mikla að trúa að maður geti bara leyst þetta sjálfur og reyni að komast hjá því að leita til sérfræðinganna. Það tekur bara meiri tíma að leita til þeirra og það kostar mikið og það er oft gott að leysa hlutina. Þannig að þetta er kannski svona fyrsta sem ég vil nefna að hvetja verkefnastjóra til að leita til allra hönnuða, ekki fara af stað í verkefni án þess að hafa einhvern veginn alla þekkingu að borðinu. Eitt verkefni sem ég tengdist að þá kom ég að mjög flottu fjölbýlishúsi og þá sem hljóðhönnuður að þá var eiginlega fyrsta fundið að gengur ekki að hafa íbúður hana og það var svona búið nokkur langt komið í hönnun og það þurfti að breyta konseptinu öll í hótel bara út af reglugerðar ákvæðum. Svolítið daburt, ég veit, en þetta var mjög dýrt. Það voru eiginlega búin að hanna og þurfa algjörlega að skipta konsept. Öll samræming og upplýsingagjöf afar mikilvæg og þetta gengur náttúrulega báða bóa, bæði að hönnuður upplýsi verkefnastjórin, líka verkefnastjórin upplýsi alla hönnuði, þannig að allir hafi sömu upplýsingar. Annað getur verið mjög dýrkeypt. Því fyrr sem að vandamál eru rædd, því auðveldara er að leysa þau og ódýrara og eins og ég nefndi á hana að leita til sérfræðingana. Annað þarna sem ég ákvað að nefna er að verkefnastjórar eru oft mjög nálægt verkeigandanum líka og ganga í einhverju tilfellum aðeins svo langt eiginlega að hugsa kostnað verkeigandans frekar heldur en hagsmuni verkefnisins. Að fá sem sagt aftur, að fá alla að borðinu til að leysa vandamálin. Seinni glæran að þegar liðið er á framkvæmda tíman þá vill að stundum verða þannig að hönnuður fjarlægast aðeins verkefnið. Og ég hef alveg heyrt svona fleygt fram bara hvað var hönnuðurinn eiginlega að pæla hérna. Og menn fara þá bara í lausnagýrin og leysa hlutina. Og og stundum þá hefur það svolítið slæmar afleiðingar af því að oft er hönnurinn, hann er búinn að pæla þetta allt í gegn og mögulega kannski skila það sér ekki algjörlega á teikningar. Það kann að vera og það er svona bara gott að minna sig á að hönnuðurinn er oftast í bara símtalsfjarlægð eða one call away eins og sagt er. Og ef að hönnuðurinn var út að aka þá er rosalega lærdómsríkt líka fyrir hann að fá bara samtalið og annars erum við bara svona stela af honum tækifæri til að læra. Þannig að taka upp símann, það er eins og ég nefndi uppæði, það er samskiptin. Ég ákvað að nefna þarna umhverfisvottanir líka og þetta kannski tengist svolítið þessu sko að allir séu samræmdir og allir séu að vinna í takt. Það sé ekki eitthvað eitt fag sem komið langt á undan öðru og það er svona því miður þá hefur kannski mín reynsla eins af umhverfisvottunum verið þannig að vottunarferlið er aðeins kemur of seint að einhverju leyti. Þannig að hönnuður eru jafnvel bara komnir í önnu verkefni, hafa ekki tíma, jafnvel búin að gleyma hvað þeir voru að pæla og jafnvel að kostnaður í verkefninu sé búin. Þannig að bara gott einmitt að passa upp á þetta að öll fög sé að vinna svolítið vel í takti. Og sama þegar kemur á verklokum þá vill að vera þannig að peningurinn er búinn og þá er fyrir að skera niður sem er náttúrulega seint að það náttúrulega hugsa kostnaðinn fyrr í verkefnunum og þá hefur það gerst að það hefur skorið út hlutir sem skipta miklu máli upp og upplifun notendana. Kannski nefna því að því ég glemdi því hérna upphafi að ég svona ákvað að taka þetta frekar svona lessons learned svolítið almennt í staðinn fyrir að vera með eitthvað konkrétt dæmi af því að það getur kannski verið eitthvað viðkvæmt að nefna hver klúðraði hvað þótt að hefði verið gaman samt sko. En svo skilaboð verkefnastjóra til hönna, ég ákvað að taka eina mynd þetta er sem sagt keppni sem er í Katalóníu þar sem er verið að keppa í að gera sem hæstan mannturn, svona pínu tákmynd yfir samstarf og allir séu mikilvægir sama hver þeir eru, hvort þeir séu á toppnum eða neðst niðri
og svona til undirstringa þetta með samræmingun á milli fagsviða og upplýsingagjöf. Það verða allir að vera upplýstir á sama tíma með sama hætti. Og kannski nefna þarna sem ég kemur reyndar inn á aðeins seinna, gæði í hönnun og áreiðanleiki í hönnun afar mikilvægt. Af því að þegar að verkefni fari í framkvæmd að þá skiptir bara hálftíminn getur verið mjög dýr. Mjög mikilvægt að allt standi og sé tipp-topp. Aftur eins og áðan upplýsingagjöf milli hönnuða og verkefnastjóra og það kannski hefur svolítið svona, maður búinn að heyra það eins og mikið undanfarin ár að það sé búið að vera alveg brjálað álag á hönnuðum undanfarin ár og það sé kannski orsök ýmissa vandamála í framkvæmdum. Þannig að það ekki gott. Þannig að það betra þá að hafna verkefnunum í staðinn fyrir að taka sér verkefni sem ekki hægt að sinna nógu vel. Svo, hvað gæti nú verkefnisstjórinn sagt við verkkaupa? Og það var nú ráðstefna ekki fyrir svo löngu þar sem var meðal annars verið að tala um þetta, að helsta orsök framúrkeyrslu í opinberum, ég held að hafi nú aðalega verið í opinberum verkefnum, það var í Noregi, að það bara ákvarðanir verkkaupans og kannski líka skortur á ákvörðunum og síðan bara að verkkaupanir sé að breyta of seint. Þannig að það sé svona yfirleitt eða oft ástæða kostnaðarskriðis og færi sig fram úr tímaáætlunum. Þannig að bara brýna það fyrir verkkaupum að það sé mikilvægt að taka ákvörðun og helst að hún standi en það að taka ekki ákvörðun er jafnvel dýrara heldur en að taka ranga ákvörðun. Og svo kannski annað þarna að hætta að breyta hönnun og réttum tíma. Ég þekki þetta líka að það var 2 vikur í afhendingu húsi, það var ennþá verið að breyta ykkur, það er allt of seint sko. Og annað sem að verkefnisstjóri kann hafa sagt við verkkaupa að vera ófeiminn að spyrja spurninga og ábyrgð verkkaupans alltaf ábyrgð verkkaupans. Það hann sem á að taka lykil ákvarðanir og hann þarf að standa með þeim og þá þýðir ekki að segja að hann hafi ekki kunnað að vita. Hann bara verður að spyrja og verður að skilja þetta og ef hann treystir sér ekki til þess þá er líka gott að fá bara þá þriðja aðila með sér í verkefnið til að þá geta spegla hluti og rætt og hönnuður og verkefnastjórar og kostnaðar sérfræðingar þeir reyna alltaf eftir fremsta megni að áætla hlutina rétt, bara eins og raunsætt og það er alveg dæmi um það að verkkaupi segir nei, þetta mun aldrei kosta svona mikið og fer af stað í verkefnið og svo reynist það að vera rétt hjá sérfræðingnum. Þannig að það er mjög gott að treysta á því, auðvitað alltaf vera á varðbergi og fá ráðgjöf en það felst ábyrgð í því að taka líka ákvörðun gegn ráðgjöfinni. Svo kannski eitt sem á það til að gleymast að ég nú aðeins fylgst með umræðinni hjá kostnaður.is þar sem verið að samræma gerð kostnaðaráætlana fyrir Ísland sem mjög áhugavert verkefni og þar einhver rauntala og svo eru frávik. Það pluss 20%, mínus 30% og þetta breytist eftir því sem maður líður á ferlið. En þetta vill gleymast að það ákveðin óvissumörk og að mínum að þá ætti verkkaupi eða verkeigandi ekki að fara af stað í verkefni nema hann sé undir það búin að þessi frávik raungerist. Svona ákveðin hætt á því ef það fara af stað og svo kemur úps á seinni stigum. Og svo náttúrulega geta alltaf komið ykkur ytri áhrif. Hvort sem það í stríð eða heimsfaraldur eða hvað annað sem getur haft mikil áhrif á verkefnin. Svo hvaða rekstraraðili gæti sagt það bara aðgengi til að sinna viðhaldi og rekstri og ég séð ýmsar hönnunarlausnir þar sem að maður klórar sér í kollinum og bara hvernig á að þrífa þetta eða skipta út hlutum. Það er eins og stundum vantir sem sagt að hugsa það að mannverki til að nota og lifir mun lengur heldur en hönnunar og framkvæmdatíminn. Og á þessum tíma þá náttúrulega líka sérsmíði, hún kann að vera mjög dýr þegar það þarf að skipta út einstökum hlutum og síðan ákveðin verkefni líka, það ákveðin svona rekstur og svoleið sem að
þar sem ekki hægt að fara inn hvenær sem að viðhalda. Þú veist, það þarf jafnvel margra mánaða undirbúning að komast inn bara, til dæmis skurðstofu. Það þarf að bóka þetta ákveðinn tíma og hver og einn dagur gríðarlega verðmætur. Það ekki hægt að hafa iðnaðarmenn á sama tíma og skurðlæknana. Þannig að það gott að hafa þetta líka í huga bara við hönnun að það sé gott að skipta út byggingarhlutum og sérstaklega að vita að það sé mikil áraun á einhverja byggingarhluta að þeir sé hannaðir þá með það í huga, þá sterkari. Ef við séum svona í einstök topic að þá þekkingar yfirfærslan eins og ég nefndi í upphafið þá hef ég bakgrunn úr hljóðmálunum og ég rak mig stundum á það að það var búið að hanna eitthvað vel og gera langa hljóðskýrslu ítarlega sem að greindi vel frá hvað þyrfti að passa á framkvæmda tíma en framkvæmdaraðilinn hann sér ekki þessa skýrslu og ekki iðnaðarmennirnir sem að framkvæma. Þannig að þessi þekkingar yfirfærsla sem ég nefni að hún gæti verið afar mikilvæg og mín tillaga væri bara að halda námskeið eða jafnvel vera með eitthvað svona þekkingar vef eins og mörg fyrirtæki eru með, þetta heiti Ilomi og eitthvað slíkt, þar sem bara hægt að hlaða inn myndböndum og allir sem að fara að framkvæma þyrftu að horfa á myndband áður en þetta hefjast handa. Þetta bara svona mín svona hugmynd og tillaga að þetta náttúrulega miklu meira heldur en hljóð sem þetta getur verið að sé bara gott að hafa dýpri þekkinga því að það skilar sér ekki allt inn á teikningarnar, þannig að gott að hafa allt upp á borðum. Þegar að búið að reisa til dæmis innveggi og það komist að því að það var rangt gert og þá getur það verið mjög dýrt að lagfæra það. Svo kostnaður verkefna og óskir það vill oft vera þannig að þegar farið á stað í verkefni þá vill fólk vera mjög nægjusamt í upphafi og reynir að spekka þetta svolítið svona hóflega og bara mjög þakkláttur að fá aðstöðu. Svo þegar að líður á tíman að þá fara að koma alls konar óskir og alls konar hugmyndir sem eru dýrari. Þannig að þetta svona, eins og ég nefndi áðan, svona scope creep þegar verkefni stækkar og verður dýrara og þarna þá náttúrulega áhrif frá notendunum getur haft mikil áhrif og það er svona nefni ég þarna, verkefnastjórnin kannski ekki endilega alltaf jáfag, stundum gott að segja nei og kannski bara mikilvægast fyrir öllu að upplýsa alla aðila að ákvörðun að breyta eða gera eitthvað flottar eða fínna eða eitthvað álíka, að það hefur áhrif á kostnað og hefur áhrif á tíma og það getur verið náttúrulega bæði bein og óbein áhrif af slíkum breytingum. Áhættugreiningar og úrvinnsla þeirra ég nefni þarna efsta punkt, bara hvernig hefði grunað að það myndi byrja að gjósa á Reykjanesinu. Þetta er náttúrulega bara svona jarðsögulegu samhengi, þá var þetta náttúrulega vitað að það gísi þarna á 800 ára fresti og það gaus síðast 1200, þannig að jú, það var alveg hægt að sjá fyrir það kannski fyrir. En þá var það kannski, hefði áhættugreiningar átt að meta það fyrir öll verkefni, hefði verið rétt að taka mið af slíku í hönnun verkefna, þar sem að það á við. Þetta eru svona vangaveltur svona út frá áhættugreiningum og mikilvægi þeirra og svona punkturinn sá að ég hef stundum séð svona áhættugreiningar út frá skema þar sem er farið yfir ákveðin topic. Að mínum mati þá er ákveðin áhætt á fólkinni því og geti jafnvel verið betur nálgast hlutina bara í svolítið hugarflæði, bara mjög opnu hugarflæði, þar sem öllum boltum velt, öllum steinum velt fyrir ekki og áhættunar nálgaður út frá því og svo þarf að sjálfsögða að meta áhættunar, það þarf að kostnaðargreina þær og taka svo upplýst ákvörðun, skjalað ákvörðun, ég er svolítið fyrir skjölun og þannig að það er hægt að vinna með niðurstöðu áhættugreiningarinnar, ekki bara gera hana og setja hana svo í skúffu. Í einhverjum tilfellum þá þarf jafnvel utanaðkomandi aðila til að gera áhættugreininga, sérstaklega ef að sá sem að gerir áhættugreininguna er hagaðili í verkefninu, það náttúrulega gæti líka verið slæmt. Það er líka gott að huga að sumar áhættir eru þannig að við höfum ekki stjórn á þeim og eitt dæmi sem kemur í kollin er til dæmis mannvirki sem var mjög háð breytingum á vegakerfinu
það var nokkuð mikil óvissa það hvort að sú breyting yrði gerð yfir höfuð og þá má spyrja, er það ásættanleg áhætta fyrir verkefni, eitthvað sem að ekki stjórn á þannig séð. Þannig að aftur, verkefnastjórnin ekki endilega jáfag. Svo hérna varðandi forsendur sem eru náttúrulega afar mikilvægar að það sé lagt af stað í verkefni á réttum forsendum og þær séu bara mjög vel ígrundaðar og hérna þetta kannski oft svona þetta sá partur sem getur tekið mikinn tíma, sérstaklega í opinberum verkefnum að skópa verkefni til og það jafnvel þannig í einhverjum tilfellum að hönnun og framkvæmd bara 1/3 af heildartímanum af því að það fer 2/3 í það að skópa til verkefnið og svona koma því endalega á koppinn. Það svona bara áhersla á það að vanda vel til verka í upphafi og fara á stað á réttum forsendum. Því ef við förum á stað á röngum forsendum að þá geta allar aðgerðir í kjölfari verið mjög dýrar og þungar og getur jafnvel verið þannig að verkkaupin hafi síðan bara ekki bolmagn til þess að klára verkefnið. Get bara til dæmis bara eitthvað sem kemur í hugan, ef við verum með stálgrindar þar sem rosalega mikil tæring, eitthvað slíkt, það getur verið mjög kostnaðarsamt þegar álíður. Ég nefndi þetta áðan, þetta líklegast ránt hjá mér að segja hæfu hönnuða því að ég held að hönnuðir á Íslandi séu almennt alveg gríðarlega hæfir, mikil þekking, en álag á markaði hefur verið vandamál og það var ráðstefna fyrir ekki svo löngu sem að hét gæði byggingariðnaði og þar var mjög mikið talað álag hjá hönnuðum og þetta held ég að sé ennþá ákveðið vandamál hjá okkur og bara þegar að hönnun berst of seint eða röng og veldur töfum á framkvæmd og þá það náttúrulega afar dýrt og hérna sömuleiðis ef hún ófullnægjandi þá getur það leitt á sig mikið vandræði fyrir notendur og rekstraraðila. Nefni þarna síðan neðst þarna með nýjungar í lausnum og því að ég tala oft fyrir því framförum í byggingariðnaði að þær séu mjög mikilvægar en á sama tíma ef að farið af stað í einhverja nýja lausn að þá enn mikilvægar að hún sé virkilega vel heppnuð, að hún sé vel ígrunduð. Það getur verið svo slæmt ef að lausnin virkar svo ekki og lausnin einhvern veginn bara útilokuð úr komandi verkefnum af því hún funkar ekki í þessu tiltekna verkefni. Og hönnun hún endist ekki alltaf vel. Þetta eitt af því sem ég líka smá reynslu af að þegar búið að hanna verkefni, hönnunin sett í skúffu og svo hönnunin tekin upp eftir nokkur ár, til dæmis eftir einn heimsfaraldur eða eitthvað slíkt. Þá eru bara aðrar aðferðir, það önnur hugsun og komnar aðrar reglugerðarkröfur jafnvel, efnisval og hönnunarlausnir. Þannig að það getur verið afar dýrt að nota úrelta hönnun af því að hún úreldist mjög hratt. Það kallar á mikla breytingar á teikningum og jafnvel að húsið verði bara stærra heldur en það þarf að vera miðað við nútíma tækni. Og hönnunarkostnaðurinn hann oft tiltölulega lítill í hlutfalli við stóra samhengi, þannig að það gæti verið skynsamlegt að taka þá erfið ákvörðun að bara henda hönnuninni og byrja upp á nýtt. Jónas nefndi líka áðan með verkeftirlit það mikilvæga hlutverk og það náttúrulega rosalega mikið traust lagt á þá aðila og ef að framkvæmd ábótavant, mikilvægt þess að bregðast við og skjala vel sem einmitt næsti punktur að því að það hefur náttúrulega verið gríðarlega mikil starfsmanna velta upp á síðkastið og mjög mikilvægt að það sé skjalað. Gervigreindin teiknaði þessa mynd fyrir mig að einhverja hætta störfum með alveg þvílíku skjalabunkana á bak við sig. Það náttúrulega rosalega erfitt ef aðili fer svona frá verkefni og einhver annar þarf að setja sig í skjalabunkana. Það náttúrulega algjör ógjörningur. En í dag náttúrulega vera meira og meira að nota samstarfs plattform eins og ACC og
Og ég er þeirra skoðunar sko, því að það eru svolítið tveir heimar sem ég hef heyrt að hvað á að skjala og af hverju. Sumir vilja eingöngu skjala lykilákvarðanir og einhverjar bókanir og eitthvað slíkt. Ég er meira hinum einn. Það er bara að skjala allt. Ef það er einhver umræða sem tengist ákveðnu verkefni, þá bara að skjala það. Af því að maður veit aldrei hvað gerist eftir hálft ár eða heilt ár, hvað þarf að rifja upp þá. Og þá er kannski viðkomandi hættur og þá þarf bara að vita hver var umræðan, hver var niðurstaðan af hverju. Þannig að það sem það virtist vera smámál á einhverju tíma gæti orðið síðan lykilatriði seinna. Ég hef því miður reynslu af þessu. Samningar náttúrulega afar mikilvægir og það er líka eitt sem ég reykjum á að það er heild innan fyrirtækja sem sér samningagerðina heldur en síðan fyrir að vinna verkefnið. Og það hefur alveg komið upp svona ósamræmi, bara já, býta átti ég að vera að gera það og þannig að þarna er bara mjög mikilvægt að allir átti sig á hvað stendur í samningu, þannig að þeir standi og hægt að bregðast við ef eitthvað er ykkur frá. Varðandi innkaupa leiðir þá náttúrulega eru þær margar bæði hjá hinu opinbera og líka á einkamarkaði og getur haft mikil áhrif á samstarfsverkefnið, bara hvernig fólk mætir síðan til leiks, bara á hvaða forsendum þeir fengu verkefnið eða þau fengu verkefnið. Sömuleiðis bara með útboðsgögn, hvort að þau séu eitthvað frávíkjanleg eða hvort að þetta sé bara nánast greift í stein og erfitt að víkja frá. Það er að segja að breytingar eru þannig að þær myndu ógilda útboð eða eitthvað slíkt. Þannig að það getur haft áhrif á samstarf og ákvörðunartöku og hvernig unnið er með breytingar. Traust er eitthvað sem ég tel afar mikilvægt í öllum verkefnum og að finna leiðir til að byggja upp traust. Sagt að traust komi helst þegar það kemur upp eitthvað vandamál sem þarf að leysa og kafa í og ég held að það sé alveg rétt að þá svona kemur kannski fyrst í ljós hvernig samvinnan er í raun og mikilvægt að reyna að setja sig þá í spor mótaðalans og skilja hvað málið snýst og náttúrulega umfram allt að forðast ágreining eða reyna að leysa hans í fyrst. Og þetta náttúrulega tengist í viðbótarkostnaður og aukaverk. Það er bara eðlilegt að það sé alltaf eitthvað viðbótarkostnaður og aukaverk og að mínum að þetta er bara mikilvægt að eiga samtöl það reglulega. Eitt af því að það bara einhvern veginn sé ekkert talað aukaverk jafnvel í verkefnum og það er ekki gott. Þá fer einhvern veginn allt í lás. Þannig að ekki láta samtölinn hrannast upp, heldur bara taka þau jafnóðum af heiðarleik og sanngirni. Og þessi síðasti punkt er að normalisera erfiðu samtölin. Það kom oft upp erfið samtöl sem þarf bara að taka og það þýðir ekkert að forðast þau. Þannig að þá bara þurfum að gera það svolítið eðlilegt að eiga erfið samtöl. Þannig að þetta er bara á við í svo mörgu að froskurinn hann verður bara stærri eftir því sem þú býður með að tækla þetta. Gervigreindin gerði líka þessa mynd fyrir mig. Þegar farið á staði eða svona viðbyggingu þá mikilvægi þess að kanna þá núverandi byggingu, ástand hennar algjörlega því að það kann að vera ef það er eitthvað þar sem þarf að laga, þarf að breyta eða rífa, þá mögulega breytir það þarfagreiningunum fyrir nýbygginguna. Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög mikilvægt að skoða vel í upphafi og setja inn í forsendurnar og þarfagreiningarnar. Því að það getur sparast tími ef að gera þetta rétt. Síðasti punkturinn eða næst síðasti annars sem ég að bara þegar er eitthvað bygging sem er rosalega fín og flott, allir ánægðir með hana, allir notendur, svo kemur viðbygging og hún er enn betri, þá er allir óánægðir með bygginguna sem var áður, jafnvel þótt hún væri bara fín. Það er þessi samanburðar óánægja sem er líka gott að nefna, að mögulega þarf að gera ykkur úrbætur þótt að það sé ekkert að þannig séð. Og svo við verklok að svo ég nefndi áðan líka, ef það þarf að skera niður að þá gott að gera það tímalega, ef það þarf að skera niður vegna kostnaðar. Þannig að það bara sýna fyrirhyggju því og mögulega þá að reyna að notast við ódýrari íhluti, yfirborðsfrágang eða annað sem hefur kannski minni áhrif á notkunina sjálfa. Ég nefni tegund loftefna því að þarna hef ég þessa reynslu að
að flottu loftæðnin ekkert endilega betri varandi hljóð heldur en ljótu og þá bara gott að nota þessu ljótu til að byrja með. Ekki sleppa þeim heldur að taka ákvarðanir sem að hafa minni áhrif á notkunina og upplifun notenda af þessum þættum. Og náttúrulega bara að loka metrarnir sé alltaf teknir af mikilli festu og samvinnu og í góðri samvinnu við yfirvöld líka. Það er ótrúlega oft sem að það kemur eitthvað babb í bátinn varandi samþykktir og eitthvað slíkt, þannig að hvetja til þess að vera þarna að allir sé á tánum á þessum loka metrum. Þetta var minn síðasta glæra. Kærar þakkir fyrir þetta. Þarna fórstu yfir mjög breytt svið, enda endurspeglar það víðtæka reynsluðina það sem við setjum eiginlega allstaðar í kringum borðið sem verkkaupi og hönnur og verkefnisstjóri. Ég vissum að það er einhverjar spurningar úr salnum. Allir kaffiþyrstir bara. Já. Ef ekki, þá langaði mig svona, ég er svona hjá eftir því að þetta spannar svo vítt svið hjá þér og það koma þarna svo rosalega margir góðir punktar. Ef að þú bara hugsar verkefnastjórnun í íslenskri mannvirkjagerð, hvernig þetta er á Íslandi núna, hvað er það sem að helst þarfnast umbóta? Hvar kreppir skóinn helst og hvar höfum við náð mestum árangri í faginu? Ég held að þetta sé snúið svolítið að blessuðum samskiptunum og ákvörðunum. Ég held að það hafi svolítið mikil áhrif á verkefnastjórnunina í dag. Þetta er náttúrulega orðið, verkefnastjórnin hefur náttúrulega breyst líka mikið af því að umhverfið okkar er orðið bara flóknara. Það eru miklu fleiri þættir sem þarf að huga í dag heldur en fyrir 15 árum, eða það er allavega mín sýn á þetta. Það eru svona fleiri boltar sem þarf að halda á lofti. Þannig að ég held, samskipti og upplýsingaflæði, fá fólk til að skilja hlutina vel og taka ákvarðanir og standa með þeim. Já. Þannig að ég held að þetta sé svona kannski að helsta, Já. Þú nefndir líka mikilvægi þekkingar yfirfærslu. Já. Það er náttúrulega líka, það er bæði innan verkefnisins en svo er það kannski líka á milli verkefna. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir að lærdómur á einu verkefni glatist áður en það er komið í fara í næsta? Ég held að svona ráðstefna sé ágætis liður í því en kannski líka einmitt það er nótt í gæðakerfum þá á að vera skráning á frávikum í verkefnum. Ég held í dag að þá sé þetta almennt ekki nota nógu mikið. Þannig ég held að það sé eitthvað sem að fyrirtæki getur almennt nýtt sér betur og væntanlega samskipti líka þá við HMS og slíkt upp á útgáfu erbjublöðum, þannig að sem að náttúrulega voru rosalega mikilvæg í den og miklar upplýsingar sem hægt er að fá úr norsku blöðunum og náttúrulega HMS er náttúrulega líka núna byrjað að gefa aftur út þessi blöð. Ég held að þau sé bara mjög mikilvæg upp á að mistökur á einu verkefni gerist ekki aftur í næsta. Já. Þannig kannski annar punktur sem við getum hert okkur á Íslandi. Alveg klárlega. Já. Ef það er engar fleiri spurningar, þá skulum við bara fyrir og gefa gott klapp. Takk fyrir mig.